Jæja, Já. þá það nýtt tungl í Nauti. Jú. Og nú erum við svona að sigla inn í kannski aðeins, ef að segja auðveldari tíma. Við skulum vona það. Sem bara orkulega séð. Já. Þessu myrkva tímabili að ljúka núna. Og samkvæmt stjörnuspekinni þá erum við svona komin yfir versta tíma ársins, svona hvað orkuvinnslun okkar varðar. En svo það sjálfsögðu náttúrulega einstaklingsbundi hvernig orkan okkar spilar við hvert tungl sem kemur, hvort sem það fullt eða nýtt. Og svo náttúrulega bara heldur þessi orka, það óbúslega mikið sólstormum, hefur áhrif á okkur og bara öll orkan sem að koma, þessi tíðnihækkun sem við erum farið gegnum hefur náttúrulega bara heilmikil áhrif á okkur. En þetta nýja tungl, það svolítið spennandi. Já. Vegna þess að það svona að gefa okkur orkuna til þess að láta drauma okkar rætast, getur við sagt. Og að sérstaklega með svona áherslu á það sem við köllum auðlegð eða allt sem við getum kallað auðæfi, hvort sem að það efnislegt eða andlegt eða svona allsnættir. Þá hugsum við þetta út frá öllum hliðum og ekki síst út frá þessu andlega. En svona líka þetta hefur að gera með þessa góðu og styrku undirstöður og hvetur okkur líka þá til þess að vera að skoða hvað það sem við raunverulega viljum og þetta svona, við þurfum að skoða tækifærin í kringum okkur. Kannski höfum við verið að horfa fram hjá tækifærum því að oft erum við svo fókusuð á einhverja eina ákveðna útkomu en hérna kannski opna svolítið einmitt og hugsa, þú veist, hvað það sem ég raunverulega þarf innst inni til þess að næra mig og hvað undirstöður þarf ég í lífinu og oft hugsum við fyrst og fremst öryggið út frá náttúrulega þessu, við viljum á húsnæði og við viljum hafa nóg að borða og allt það en mörg okkar erum í ágætisöryggi með það sem betur fer en að hugsa líka hvaða öryggi þurfum við bara í okkur. Og einmitt að nota tækifærið þegar þessi orka þar sem við höfum bara tækifæri til þess að laða að okkur í rauninni hvað sem okkur langar til, hvað varðar svona allsnægtir. Að horfa á það ekki endilega við viljum þetta mikið af peningum á bankabókina eða við viljum húsið eða við viljum ástina eða hvað það sem við viljum laða okkur heldur. Kannski fyrst og fremst að fókusa að þið viljið laða að ykkur einhverjar ákveðnar tilfinningar. Hvað tilfinningar viljið þið fá inn í líf ykkar? Hvernig vill okkur líða svona dagsdaglega? Viljum við meira gleði? Viljum við meira öryggi? Viljum við meira ró? Og þá verðum við líka að samaskapi að vera svolítið opin fyrir því hvernig heimurinn færir okkur þessar gjafir. Því það kom ekkert endilega alltaf á því formi sem að við svona erum búin að sjá fyrir okkur. Nei, og þá var náttúrulega gott að hafa svolítið opin hug og opin hjarta til að taka á móti og einmitt ekki ákveða of þröngt hvað við viljum og þurfum. Stundum fáum við meira en við biðjum líka. Og stundum höldum við líka okkur langi í alls konar skipta okkur máli sem að þegar við förum að skoða það onni í kjölinn og skoðum í raunin inn í hjartað að þá þetta ekkert endilega það sem skiptir mann mestu máli. Maður bara heldur það vegna þess kannski var manni sagt það, kannski óst maður þannig upp, kannski samfélagið einhvern veginn að segja manni það. Já, og kannski það líka bara svolítið vani hjá okkur. Við erum rosalega vana först, á meðan gæti eitthvað stórkostlegt bara flogið fram hjá okkur. En þetta tungl akkúrat þetta, horfa á hvort við séum að missa tækifærin, svona önnur tækifæri með ýmislegt og svo náttúrulega bara einmitt finna þetta, hvað við viljum, hvað raunverulega, hvað undirstöð þurfum við og setja síðan orkun okkar í þessi markmið. Já, því nú tækifæri til að nota þennan ekki skriðkraft, heldur bara svona þennan ruðningskraft nautsins sem að í rauninni bara móka sér í gegnum hvað sem til þess að láta óskýtur okkar rætast og nýta okkur þessu orku. Og Júpíter var einmitt að fara inn í nautið, hann magnar allt upp og stekkar, hjálpar okkur á þessari leið og við getum hugsað Júpíter skiptir merki cirka einu svona ári. Þannig að hvað vorum við að gera fyrir 12 árum, hvar vorum við þar, getum tengt mögulega við þann tíma. Þá náttúrulega líka alltaf tækifæri ef að þemað það sama til að breyta ef eitthvað eins og við vildum ekki hafa það akkurat. En svo gaman að skoða einmitt þetta, það alls konar áhrif annað heldur tunglið. En við hvetjum ykkur bara til þess að einmitt kafa svolítið inn á við að þessu nýja tungli. Skoða hvað það sem þið virkilega þráið inn í líf ykkar, hvaða tilfinningar viljið þið að lífið ykkar sýni ykkur. Og vera svo opin fyrir því að sjá hvað heimurinn færði ykkur og hvernig. Svo bara anda djúpt og drekka nóg vatn og fara út í náttúruna
og skoða þetta þar. Það er alveg magnað. Og muna að engin ósk of stór. Nei. Leyfa sér bara að dreyma stórt. Leifum okkur nefnilega að taka á móti. Það er eitt af femunum líka. Að skoða þetta. Hvað erum við að takmarka okkur í því sem við erum að biðja og leifum okkur að taka við því að við höfum oft hömlur á okkur. Já. Gamalt drasl. Já, og líka bara kannski trúum við ekkert innst inni að við eigum skilið að líða vel. Það er eitthvað sem við berum bara mjög mörg með okkur. Við þurfum að koma auga á og skoða og heila. Nú er tækifærið. Nú er tækifærið, þannig að gleðilegt nýtt tungl.